Hann var enda djöðu klár en hann var bara með einum félaga sínum og hann vill ekki skilja hann eftir sko. Það væri svona... Ég veit held ég að vera gaman að lýsa þessum leik með að við síðast allavega. Já, það er síðana. Já. Hvað kom fyrir þig? Ég var hérna slassaður bara í síðasta leikina í puttan og hann opnaðist alveg hérna í kjötið bara og puttinn brotnaði með þetta og... Veistla? Já, ég bara endalags veistla og ekkert annað. Hvernig eiga SR svona rosalega marga? Já, Ævar var að segja það. Það eru alltaf að bætast við fleiri og fleiri. Allir einhverju gamlir að koma og síðan útlendingan að dælast inn. Já, mega að dæla en endalist útlendingum? Nei, sko þeir fundu einn útlending sko sem var bara einhver iðnaðarvinnu sem var bara líka hockeyleikmaður og fundu hann bara. Síðan, hann var Gautinn náttúrulega múin að redda einhverjum en síðan hætti hann sem þjálfari á SR og ætlaði hann að koma þeim yfir í Fjölni og... Er Gautinn komið yfir í Fjölni? Já, og hann ætlaði hann að koma öllum útlendingum líka yfir þangað. Hæ. Já. Herðu, já. Veitu, það heyrist í mér? Herðu, sorry. Já. Já. Ok, það var gott að ég talaði ekkert ómikið af mér hérna. Herðu, ok, segja það. Herðu, takk fyrir. Var ég að segja einhverja vitleysu eða? Já, góða kvöldi, velkomin á Skjáinn. Bergþór Bjarmi heiti ég og verð með ykkur í kvöld. Hérna mætast liðin SA Víkingar á móti SR Fálkum.
Þetta er hann Filip hérna, nýr útlenskur leikmaður hjá SR, númer 83. Hann er Gulli, nær ekki alveg skotin á markinu. Unnar skýtur í hliðanetið. Það kemur hann Andra Sverris sem skýtur líka í hliðanetið. SR vinnur puckinn. Kemur hann út úr svæðinu. Jónatan sendir hann yfir. Og nær ekki að spegla hann yfir Jónatan. Pínu hættulegt hana. Birkir finnur ekki sendinguna. Þarna SR setur hann djúpt. Og það er skott fyrir í skautaleiðinni. Daniel Ryan aðeins á fasta sendingu Ingvar. Og það er Róbert sem kemur hann minna út. SR setur hann djúpt. Ingvar nær í puckinn. Kemur hann á Una, svo speglar hann bara í ramman út á Hauk Steinsen. Það er útlendingurinn hjá SR Petr sem kemur honum yfir á Kára sem er með skotið og það er beint inn. Þetta tók ekki langan tíma. Tvær og hálf mínúta búin að þessum leik. Það var hann Kári Arnars sem skoraði þetta mark. Það var það Filip sem setur hann djúpt. Já, það er rangstaða. SR vinnur uppkastið. Það er Daniel Ryan sem kemur honum á Una, sem kemur honum ekki út. Ingvar snýr í horninu og kemur honum á Una sem nær rétt svo að koma honum út úr svæðinu. Róbert setur hann í netið hinum megin. Arnar setur hann djúpt. Það er Jóhann Björgun sem stoppaði hann bak við markið. Arnar Helgi setur hann í ramman upp á Birki. Haukur Steinsen snýr Birki af sér. Og SR missir puckinn. Það er Unnar sem reynir að komast inn í miðjuna. Og Andri Sverris sem er puckinn.
reynir að komast inn á mark. Setur hann á Unnar. Og Unnar á Birki sem fær tíma hana í slottinu. Skýtur í legglíðunar. Bæði lið fara í skiptingu. Og það er Atli sem er með pökkinn. Setur hann yfir á Orra. Orri aftur yfir á Atla. Og upp á Hafþór. Sem setur hann í fjærhornið. Það er Jóhann Mári Leifsson sem setur hann upp á Orm með skotið. Og Jóhann grípur þetta. Og það er skot. Það er hann Petur sem snýr við, kemur sendingun yfir á Daniel sem skautar með hann upp, nær ekki sendingunni. Og það er Hafþór sem setur hann djúpt. Jóhann stoppar hann bak við markið. Styrmir setur hann á Filip. Daniel Ræjan nær ekki alveg sendingun Orra. Jú, hún fer í gegn. Og þetta var hættulegt færi. Já, þarna var Sölvi stoppaður en Orri reynir bara að koma honum út. Og það er text og það er Unni sem nær pöknum minna. Og hann er með skotið, skýtur í stöngina. SR nær pöknum minna. Arnar stoppar þetta. Og Arnar er stoppaður innan bak við markið. Og SR er komin út af svæðinu og á Gulla sem er með skotið. Og Jakob Ver. SR vinnur uppkastið og það er Haukur Steinsen með skot og mark. Þeir ná speglunum en fer ekki inn. Andri Mikaels kemur honum. Já, hann fór út af svæðinu. Þetta er rangstað. Það virðist vera mikill kraftur í báðum liðum hérna. Það er bara spurning úthaldið. Og það er Birkir sem kemur hann upp á Arnar. Arnar setur hann djúpt á Unnar. Unnar reynir að komast inn í miðju, setur hann á Atla og Atli með skotið. Og Jóhann verða en hann er laus. Hættulegt færi hérna. Og hann Atli með skotið aftur. Birkir virðist að slasa sig eitthvað í horninu. En hann heldur áfram. Og það er Styrmir og Filip. Birkir kemur Filip en úr jafnvægi. Það var ekki dæmt á þetta, nei. Atli upp á Unnar. Og Unnar með skotið. Unnar kemur hann á Bjarma Kristjáns. Það var það Filip sem kemur honum inn í svæðið. Og hættulegt færi hérna, reynir bakhöndina.
Ingvar kemur honum bara út á svæðinu. Bjössi fer á næri hann. Og Pétur, nei, SR-ingarnir komið svo út. Það er Markus sem setur hann hérna yfir á Jónatan. Einhver barátta í horninu hérna og Orri með skotið. Það er framhjá. Það er SR sem vinnur uppkastið. Og það er hættuleg sending hérna, en Ormur barátta í horninu og Andri kemur honum næstuði aðeins og langt til að vera á haffa. Haffi skautar hann upp miðjuna. Þeir eru tveir eftir honum, hann reynir að koma honum upp en það er hann Petter sem nær næstu í pekkinum. Hann er með hann. Nær ekki alveg sendingunni yfir. Og það er Róbert Hafberg sem brýst hann í gegn. Og er kominn og skýtur og hann er inni. Já, þetta var hann Róbert Hafberg. Skoraði úr ágætlega þröngu færi hérna. SR-ingarnir voru búin að þrengja að honum. Það virtist ekki breyta neinu fyrir Róbert. Þá er leikurinn aftur orðinn. Já, 1-1. 9 mínútur búnar að leiknum. Það er Ingvar sem setur hann í ramman og kemur hann með unna. Unni hérna ítir eitthvað í Jónatan aðeins í bakki á honum. Og Daniel með skotið. Pétur reynir sendingun upp á unna, fyrir framhjá. Ingvar tekur þetta, kemur hann á markið. Og hann speglast upp í netið. SR vinnur uppkastið. Og Haffi reynir sendingu eða skot fyrir skautaðinn á milli. Já, það er hann Hafþór sem fær 2 mínútur fyrir slassing. Og Essa vinnur uppkastið. Pétur fer og næri hann. Hann speglast upp í netið hérna. Spurning hvort við fáum mark frá SR í þessu powerplay.
SR vinnur uppkastið. Það er hann Petter sem er með pökkinn og hann hendir í skotið. Skýtur út í hornið, alla leið út úr svæðinu. Það er Kári Arnars og Styrmir sem setur hann yfir á Filip og Filip er komin inn í miðjuna og skýtur. Jakob verður þetta með blokkarinnum. Þannig að Matti reynar að stoppa Filip. Það virðist vera nóg kraftur í honum. Þeir virðast ekkert ná að stoppa nema að koma honum alla leið í ísinn hana. Það er hann Filip sem er með skotið. Það er Petter sem setur hann á Bjarka og Bjarki með sending á Styrmi. Og hann finnur Filip hann uppi sem setur hann yfir á Petter og yfir á Kára. Kári tínir eitthvað pöknum. Og Petter upp á Filip sem fær tíma í að taka skotið. Þeir reyna að stilla upp. Það er Kári sem með langa sendingu yfir á Petter sem skýtur í magan á Jakobi. Þeir ná að verja þetta. Já, það lítur út fyrir það. Stúkan er alveg stútfull hérna fyrir norðan. Og fólkið heldur bara áfram að streymast inn. Það eru 11 sekundur eftir að powerplayinu hjá SR. Það er Orri sem hendir honum bara beint yfir glerið. Já, þetta er pínu óheppilegt fyrir þessa menn. Reyna hérna að henda honum út úr svæðinu. Það eru 5 sekundur eftir af penaltykillinu. Og það bætast bara 2 aðrar mínútur. Sýndist hann að reyna að taka hann út úr svæðinu með bakhöndinni. Aðeins er þetta stjórna pekkinu hvernig hann fer þá. Nú kemur Hafþór inn á og þeir eru 5-4. Já, það er Gulli sem reynir að snúa Haffa af sér en það er mikill kraftur í honum hérna, búinn að vera út af í 2 mínútur. Jónatan með skotið. Jakob verður þetta. Það er að myndast einhver smá hitti þarna. SR búið að vera með mikið hættulegum færum hérna. Það er alltaf þessu áfram, verða það líklegast í sókn næstu 1,5 mínútuna í viðbót. Það er Unni sem skýtur í skautan, nær ekki alveg komin út. Og það sending þvert yfir markið og Bjarki skýtur yfir. Og það er Filip með skotið í Kilvi og Unna. Fyrir upp í netið. Já, Essa virðist vera að ná að tefja þetta þokkalega. Já, SR vinnur aftur uppkastið og það er Filip með skotið fyrir skautan og Ingvari nær að blokka þetta. Og það er Petter með sending yfir á Kára og Kári skýtur í skautan og Ingvari aftur.
þeir reyna sendinguna þvert yfir, Ingvar stoppar þetta aftur. Þeir ná ekki að koma út af svæðinu. Spurning hversu lengi SA þolir við að vera annað hættulegt færi hérna. Styrmir náði honum ekki alveg, þurfti bara skóflunum inn á fjarstöng. Sending sem fer beint yfir á Andra Sverris og hann reynir að eyða tíma hérna. Setur hann í hornið og þeir fara í skiptingu. 25 sekundur eftir af powerplay hjá SR. Þannig að Haffi stoppar Filip. Og það er Daniel sem kemur honum upp á Ómar sem nær ekki skotinu. Og Haffi nær að koma sér út á svæðinu. Og þeir eru aftur orðnir 5-5. SA náði að verjast hérna í góðar 4 mínútur, einum færri. Þarna, Hessi fór nú ekki inn, hann virðist hafa eitthvað að slasa sig. Sýnist þetta að vera Ómar Freyr, já. Það virðist að fara eitthvað í andlitið á honum. Já, það er ekkert á þetta. Leikurinn heldur áfram. Það er Filip sem snýr Andra af sér. Það er Styrmir sem reynir bakendasendinguna hérna á Kára, tekst ekki alveg. Það er Ormur, reynir að kötta inn í miðju, hann er stoppaður af Peter, mjög hættulegt hérna. Já, það er hann Peter sem fer í boxið. Þeir halda nú áfram að spila 5-5. Það er Gulli sem er með sendingu aðeins og framlega til að vara Markus. Það er skotina frá honum Gulla, Jakob grípur þetta. Atli setur hann í ramman og út úr svæðinu.
Það er Arnar sem reynir að komast hana, kemur pögnum inn í svæðið. Unnar fyrir nær í hann. Og það er Róbert Hafberg sem sendir hann niður á Unnar. Og Unnar nær ekki alveg að koma honum hérna. Missir hann út á svæðinu. Og setur hann djúpt og fyrir skiptingu. Haukur Steinsen setur hann yfir á Bjarka. Það er Kári. Það er Filip sem sendir hann á Styrmi. Styrmir yfir á Daniel. Daniel finnur ekki alveg sendinguna miðinni. En það er Benedikt sem skýtur yfir. Jói Leifs, einn á móti Filip hérna. Já, hann dettur í jörðina. Það er svo sem ekki takt að dæma þetta. Það er Ingvar sem er með pökkinn. Og reynar að tróða sér inn í miðjuna. Já, hann er tekinn niður hérna. Sýnist þetta að vera holding á Styrmi Mokk. Ingvar var búinn að koma sér í hættulegt færi þarna með að tróða sér hérna beint fyrir fram að markið. SR vinnur uppkastið enn og aftur. Róbert Hafberg með sendingu á Arnar sem setur hann bara djúpt hérna á markið. SA-menn ætla bara að fá uppkastið í sóknarsvæðinu. Það er nú ekki oft sem þeir sem er í powerplay dömpa pekkinum. Hvað þá þegar SR virðist vinna öll uppköst hérna í kvöld. Og Jói með skotið. SR-ingar koma bögnum út. Jakob setur hann á Jóa. Og Jói upp á Andra sem setur hann upp á Jóa. Þeir reyna að stilla upp. Orri setur hann að Haffa. Haffi upp á Jóa. Og Jói með skotið. Það fer í púðan. Orri kemur hann að Haffa. Aftur Orra. Upp á Andra. Og Jói finnur Orra hana. Og aftur Andra. Og aftur á Haffa. Og Andri með skotið. Mjög mikið að sendingum hérna. En hann endar samt ekki inni. Það eru 30 sekundur eftir af powerplay á SA. Unnar situr hann á Arnar sem situr á Atla og Atli með skotið. Það er framhjá. Atli gengur inn í miðjuna og Unnar með skotið. Þetta fer allt saman framhjá. Arnar reynir að tróða sér inn í miðjuna, missir pökkinn. Það er Daniel sem gefur hann menn út. Og Sölvi fer bara framhjá Atla hérna. Atli tínir pökknum, nær ekki kominum út og það er Styrmi sem stilur þessu bara úr skotið. Þetta hefði verið dýr mistök.
Hættulegt færi hérna. Það er Petter sem er með pökkinn. Sendir hann upp á Kára sem setur hann niður á Styrmi. Og Daniel setur hann bara djúpt. Og það er Petter sem reynir bakhandarsendinguna. En Ingvar stillur þessu. Sendir aðeins og framalega til að vera unna. Og það er yfir Jóhann. Nær ekki sendinginu, það er Matti með skotið. Og hann er það laus. Og Pétur kemur honum inn. Já, hann hlaut að fara inn þessi. Tókst ekki í fyrstu tilraun. Þetta átti allt upptök sín hérna með alveg glórulausri sendingu. Jóhann fór inn út úr markinu og reyndi að finna sendingun í miðju. Það er kannski bara átt að leyfa svo að fara yfir í æsing. En þetta heldur áfram. Orri með sendingu yfir og það er Gulli sem tekur þetta. Orri býður hann að baka markið. Og finnur Jóa í miðjunni sem setur hann að Haffa. Og Haffi fer inn í miðju með skot og Jói tekur rýbandið. Andri setur hann á Jóa sem droppar hann niður á Orm. Ormur reynir langa sendingu Orra. Skilaði sér ekki alveg. Orri með skotið. Beint í glerið. Orri stoppar hérna bak við markið og lætur tímann renna út. Staðan er 2-1 fyrir þessa Víkingum eftir fyrstu lotu.
ekki að smetla á hann til þetta virkið. Það er síðan að. Já, nú hefst önnur lóta. Það er hann Filip sem er með sendingu yfir á Styrmi en Ormur stilur þessu, setur hann djúpt. Hann hérna sendir í ramman, Ormur tekur pökinn. Andri með langa sendingu yfir á Haffa, aðeins of löng fyrir framan hann. Það er Filip hérna sem barátta í horninu milli Daniels og Roberts. Og Kári endar því að senda yfir á Petter. Petter hérna stígur upp. Ætlar að snúa, Robert Tafberg af sér. Og á Bjarka. Já, SR vinnur þessa baráttu. Kemur upp á Petter sem er einn á móti Atla og hann treður sig bara fram í honum. Næri ekki alveg að klára þetta. Já, þetta var á endanum þessi mark. Þetta gerðist aldrei hratt. Sá nú ekki alveg hver speglaði pekkinum hana. Byrjar á því að spegla pekkinum upp í slánna og út. Og síðan var pökkurinn laus í rýbandið og fáum að heyra þetta í þulunum. Já, SR var nú ekki lengi að jafna þennan leik. Já, það virðist einhver verið að gleyma sér inn á tökkunum. Tónlistin heldur bara áfram. Þannig að Daniel er með skot. Og Ingvar skýtur hérna í SR-manninn. Já, skýtur hérna í Helga. Það er Bjarki með langa sendingu á Styrmi sem speglar hann á Petter. Og Petter aftur yfir á Styrmi sem er með skotið. Jakob verið þetta. Ormur sendir hann upp á Haffa sem finnur Andra inn í miðunni og Andri reynir að smeysa sér í gegn. Það er hann Daniel sem tekur hann niður. Orri stoppar inn á Petter og hann var laus beint á Styrmi sem skýtur bara í púðunni í Jakobi. Og Jóhann finnur Andra sem skýtur og Jóhann verið þetta. Það er Filip á móti Orra. Orri lætur hann enda bara með herðablöðin á svellinu. Hann fyrir bara út af í skiptingu til þetta. Það getur verið
orku mikið að taka inn Orra á sig hérna á blálínunni. Jói Leifs snýr hann af sér hérna. Kemur honum út úr svæðinu og Jónatan kemur honum inn. Róbert Hafberg hérna. Setur hann í ramman. Reynir að senda hann sjálfan sig hérna aftur. Og það er Andri Sverris sem kemur hann bara djúpt. Jónatan setur hann á Markus sem nær ekki alveg sendingunni og Unnar fyrir pressuna. Sölvi setur hann inn í ramman og Gabriel skýtur hérna út í horn framhjá. Unnar snýr hann í hornu, fer inn í miðjuna. Setur hann á Atla sem fær pínu pressu á sig. Atli með aðeins og langa sendingu. Unnar nær þessu ekki. Svo sendingin fer bara beint yfir í æsingina hjá Atla. Það er Gulli sem vinnur uppkastið hérna. Unnar setur hann í ramman og kemur hann allavega út úr svæðinu. Atli setur hann ramman út á Unnar og Unnar pikkar hann upp. Og það er Pétur og hann skýtur og skorar! Já, þetta þurfti ekkert að vera flóknari þetta. Já, staðan er 3-2. Þetta er alveg hörku jafn leikurinn í kvöld. Og Matti vinnur uppkastið hérna. Pétur fer í pressuna og Matti líka. Já, það er greinilega húkingina á Pétur. SR vinnur uppkastið. Það er Filip sem setur á Kára og Filip á Petter með skotið. Jakob verða. Styrmir reynir að koma hann upp á Petter og Andri Sverris nær að koma hann allar yfir. Filip pikkar hann upp, leggur á stað, reynir að komast hérna meiri ferðina. Skilur hann eftir að Kára sem tekur hann inn í svæðið og setur á Bjarka sem finnur Filip hérna uppi. Filip dregur sig hann aftur og hann fer inn og skýtur. Jakob verður þetta. Styrmir aftur upp á Filip sem finnur Kára sem setur hann yfir á Petter og Petter með skotið. Já, leikurinn virðist bara halda ára á svona og SR jafnar 3-3. Það hlaut að koma að þessu. Þeir eru búin að vera að dæla pöknum hérna á markið í þessu powerplayum.
Já, nú ætlar þess að setja reyndan hérna, gamla reyndan í uppkastið. Og það er Jónatan sem reynir að tróða sér inn í miðjuna. Tekst ekki alveg. Það er Jónatan. Kemur hann upp á Gulla. Og það er Daniel með skot. Jakob er þetta. Kári vinnur uppkastið aftur. Það væri skemmtilegt að vita hver tölfræðin var á bak við það. SR er búinn að vinna nánast öll uppkastin í þessum leik. Og Jói er með puckinn. Kemur honum yfir á Haffa. Haffi tekur hann inn í svæðið, köttar hann í miðjuna. Og það er Ormur og Daniel sem fara eftir pekkinum. Atli stoppar hérna bak við markið. Löngsending hérna á Unnar. Og Unnar treður sér inn í miðjuna. Fær tæklingu inn í hausinn, ekki einu sinni með puckinn lengur. Það virðist ekkert vera neitt dómur þetta. Og Róbert Hafberg hérna með bakkatarsendingu út á svæðinu. Og Uni fer í pressunum eftir honum. Það er Filip með puckinn hérna núna. Og Matti skýtur í skautan hérna. Og Bjarki nær pucknum hérna síðan. Og nær ekki alveg sendingunni, hann týnir pucknum. Ómar á Bjarka sem með aðeins og langa sendingu til að fara yfir. Sem endar hérna með skoti frá Ingvari. Nú er búið að laga stigatöfluna 3-3 eins og þetta á að vera. Unnar kemur hann Orm, Ormur setur hann djúpt. Jói og Orri fara að ná í hann, smá misskilningur hérna. Andri búinn að taka vörnina fyrir Orra. Það er Markus með skotið fyrir skautað á leiðinni. Sölvi hérna stoppaður af Jóa. Nær samt að koma sendingunni. Og það er Jónatan upp á bláu með skotið. Og Haffi sendir í gegnum klofið hérna á Andra og alla leið yfir. Það er Jónatan sem leggur af stað. Reynir sendingu hérna á Daniel. En þetta fer yfir æsing.
Þarna, það er hann Bjössi sem loksins vinnur uppkastið fyrir SA Víkinga. Það er Arnar sem stoppar bökkinn hérna, kemur honum á Bjarma, setur hann í ramman og djúpt og yfir. Já, hann var greinilega ekki kominn yfir rauðlínuna. Já, pínu hættulegt færi hérna. Jakob fristir þetta. SR vinnur uppkastið og það er Petter sem finnur Styrmi með skotið. Voru fljótir að afgreiða þetta. Og Styrmir aftur með skot fyrir stöngina. Og Styrmir setur hann nær ekki alveg komunum á Kára. Þannig að Unnar. Unni setur hann bara í ramman hérna. Já. Þetta var víst rangstaða. Þarna Haukur Steinsen sem sendir hann bara á matta. Og það er Helgi sem setur hann bara í ramman út, alla lifir. Það er æsing. Það er Ormur sem fer hún nær í bökkinn. Menn eru eitthvað ósáttir að þetta hafi ekki verið æsing. En þetta er nú æsing núna hérna fyrir SA. Menn eru ekki alveg sammála hérna hvort liðið skaut honum fyrst yfir. En svona er þetta heldur áfram. SR vinnur uppkastið. Og það er Markus sem skýtur í skaut hann í andra. Hann nær ekki alveg að nýta sér þetta. Og Jói nær ekki alveg að koma honum út. SR kemur svo markið. Og Ormur setur hann í ramman og Haffill speglar honum út. Og Andri nær pöngnum inn í miðunni. Og skýtur. Þetta verður í magan á Jóhanni.
Essa vinnur uppkastið hérna. Atli skýtur í skautana og Uni kemur hann inn í hornið fyrir fram hjá Unnari. Og þarna Unnar með puckinn fyrir inn í miðjuna. Missir hann eitthvað lappirnar. Og það Filip sem komin hérna út. Og Petter og Styrmir, tveir á móti Atla. Og Kári komin upp. Hann var aðeins og seinna að senda. Þeir voru 3 á móti 1 manna. Leiðilegt að ná ekki að nýta það. Kári setur hann inn í ramman og yfir á Filip. Það Arnar sem reynir að kötta hann inn í miðjuna, stoppaður. Pétur nær í puckinn, kemur hann upp á Ingvar. Ingvar setur hann bara djúpt á Andra Sverris. Andri kemur á Matta. Matti upp á Ingvar. Og Ingvar skýtur hérna í leikmann á leiðinni. Daniel Ryan kemur hann á markið. Það Petter sem með háan langar puckina. Já, þetta icing. Þannig að Styrmir eitthvað verkar í andlitið. Já, hann virðist harka þetta á sér. Þessi vinnur uppkastið hérna. Bjarmi er að stoppa puckinn fyrir bak markið og ennþá með hann. Setur hann aftur bak markið og þá fer Máni hérna og reynir að stoppa Ómar. Orri fer hann á í puckinn og reynir að tróða sér hann upp miðjuna, kemur á Bjarma. Bjarmi tekur hann inn, tippar hann minna bak mark. Orri fer á eftir og Bjarki nær komið sér bara út. Bjössi kemur nú út úr svæðinu. Bjössi finnur Haffa hérna sem einn á móti Bjarka og Andri komið með. Hittir ekki alveg á markið hérna. Það rangstað, þeir eru eitthvað hérna ósáttir. Jói vinnur inn uppkastið á Atla sem sendur yfir Arnar. Arnar setur hann í ramman og bara yfir til S-ringana. Og það er Markus sem kemur hann hérna upp á Sölva. Sölvi setur hann bara djúpt á baka markið. Atli skilur hann eftir hann Arnari. Markus leitar að sendingu hérna. Setur hann upp á Gulla, sem tippar hann upp háum hérna á Daniel. Haffi nær að vinna þessa baráttu, skilur hann eftir hann Unnari og Unnar reynir að tróða hann hérna með frá stönginni. Það reyna Jónatan sem sendur í bóksiði núna.
Þá SA Víkingar einum fleiri næstu 2 mínúturnar. Gulli reynir að koma út á bakhönd, gengur ekki alveg nógu vel. Haffi reynir sendinguna inn á Arnar. Og Ómar nær að koma út úr svæðinu. Ómar með bakkandarsendingu sem fer næstuð yfir á Styrmi en hættulegt. Það Andri Sverris sem kemur bekkinum inn í svæðið. Þeir stillu upp og það Unnar sem setur hann yfir á Arnar og upp á Atla og Atli með skotið. Jóhann verður þetta með hægri öxlinni. Og Atli með annað skot, skýtur í Andra Sverris. Jakob stoppar pökkinn fyrir Atla. Atli leggur staðinn upp, sendir hann á Haffa sem missir pökkinn hérna fram hjá sér. Jói stoppar núna bak við markið. Leggur á stað. Hann ætlar sjálfur með hann inn í svæðið en þarf að setja hann djúpt bak við markið. Orri ætlar að halda honum inni en speglar hann Mórta Sölva sem sendir á Gulla og Gulli komur inn á móti Jakobi. Klárar þetta, smýr honum upp í vinstra megin. Þetta var fljótt að breytast hérna. Speglaðist hérna óvart frá skautunum hjá Orra Blöndal og bara beint upp á S-ringana. Þeir nýttu þetta færi bara mjög vel. Þarna SA vinnur uppkastið núna. Jakob stoppar pökkinn bak við markið. Ingvar leggur af stað upp. Reynir langa sendinguna en Filip stilur sig bara. Og Ingvar stilur sig frá honum. Fer inn í sóknarsvæðið og reynir að snúa hann af sér. Og Ingvar reynir að finna hérna Pétur á markinu sem reynir bakhandasendingu aftur. Það Jónatan sem inn á móti Danna og hann fer fram hjá Danna. Ingvar reynir að stoppa þetta hérna. Það Unnar, þeim með hann bak við markið hérna. Snýr hann af sér, setur hann á Atla. Atli kemur hann upp á Róbert. Og Róbert með aðeins og langa sendingu hérna. Unnar. Robbi stoppar hérna fyrsta manninn. Það Unnar Atli sem með langa sendingan upp á Rópa og hann einn á móti Jóhanni og setur í stöngina út. Haffi nær ekki sendingun á neitt. Unni fer hann nær í pökkinn. Snýr inn í horninu. Kemur hann upp á Orra og Orri með skotið. Það var nú einhver æsingur inn í horninu milli Unna og Markusar. Markus ekki lengur með hjálm. Og Jói. Orri með sendingin yfir á Orm.
SA-menn eru núna 6, þar sem það er biðdómur á SR. Filip stoppar hérna. Stoppar matta áður en þetta fær að halda áfram. Orri setur henni á andra og Orri með langa sendingu yfir á Jóa. Jói niður á Haffa. Haffi finnur Orra henni uppi og Orri með skotið. Skýtur í Sölva og út úr svæðinu. Jói hérna fer ætla bara einn á markið, já, með bakendasendingu sem Unni rétt missir af. Og Orri setur yfir á Haffa. Haffi nær ekki alveg skotinu. Svo Orri skýtur inn í killu og upp í netið. Það munaði mjói hérna að SA Víkingar nýttu sér powerplayið núna. Það voru mjög tæp færi hérna. SA vinnur uppkastið og Atli er með pökkinn, setur yfir á Arnar. Arnar á Rópa og Arnar finnur Atla uppi og Unnar. Unnar skilur hann eftir þetta Atla og aftur yfir á Unnar og Unnar með skotið, skýtur hérna í Kára og Atli er með hann núna. Atli setur hann á Unnar og Unnar skilur hann eftir handa Atla, nema Jónatan tekur bara pökkinn og skýtur hann yfir. Bæði liðið fær í skiptingu. SA er einum fleiri næstu 35 sekúndunar. Og Orri leggur af stað og finnur Haffa hann í miðinni og Haffi komir einn í gegn og... Já! Nei, hann fyrir ekki inn þannig. Sýndist nú Haffi reyna að ýta pekkinu bara inn með hendinni þannig, en þetta gekk ekki hjá þeim. Jói með skotið. Það er að myndast einhver hiti hérna. Augljóslega. Það búið að vera mjög mikið af skotum á bæði mörk. Það voru að hörkuleikur. En þeir fá núna smá tíma til að kæla sig. Aðeins 2 sekúndur eftir af öðrum leikluta. Þannig að Unni vinnur uppkastið og önnur leikluta rennur út á tíma.
Þeir ætla bara að spila 14 mínútur núna, sýnst mér. Herru, Skárinn klár? Nei. Já. Ég var síðan að rupla þessu hérna núna á stúkunni eða þú vilt sko. Það er með... Jæja, ok. Já, þriðja lóta er hafin. Hún verður ábyggilega jafn spennandi ef ekki meira en hinnar. Essa byrjar hérna 5-4. Orri kemur honum hérna á haffa. Það er Uni. Það fær hérna aðeins íting í bakið. Essa nær ennþá alltaf bekkinum. Nei! Það er hann Petter sem nær næstu að komast hérna. Nei, Daniel sem nær næstu að komast inn á móti markmanni. Það var stoppaður af Andra, en nú leggur Jóa stað aftur upp. Sendingu á Orra. Orri kemur honum Andar Sverris sem er skotið Jóhann Ver. Róbert. Setur hann upp á Atla sem finnur Arnar. Arnar missir einfallega bara pökkinn hérna og Daniel nær að koma sér út. Nei, Ómar. Atli með langa sendingu á Arnar. Arnar setur hann hérna í ramman. Unnar pikkar hann upp. Já. Þeir klára þetta hérna, náðu að nýta powerplay. Essa vinnur uppkastið og það er Daniel Ryan sem setur hann hérna djúpt. Það er Styrmir á móti Danna. Styrmir skýtur framhjá. Filip hérna reynir að halda honum inni. Og hann nær því. Matti var hann í miðjunni og fer inn í svæðið. Missir pökkinn og kemur honum á Pétur, eða reynir það. Það er Petter sem fer að ná í hann. Og Haffinn er að koma honum upp á Orra. Orri speglar honum. Skýtur honum hérna í killunni og Haffa sem reynar að spegla honum inn. Þeir lendi eitthvað hérna saman, Haffi og Jóhann í markinu. En ekkert til að æsa sig yfir.
Hann fer fram hjá Ormi og Jói nær að koma að stoppa hann. Það er Haffi sem sendur hann á Orra. Orri með rammasendinguna á Andra sem finnur Róbert Hafberg hinum megin. Róbert Hafberg, já, reynir að snúa hann af sér hérna. Lappirnar fara síðan undan honum. Já, Jónatan fær hérna tripping. Ætlaði nú bara að taka venjulega tæklingu hérna. En tók bara lappirnar á Robba í staðinn. Andri Sverris hérna nær að koma bekkinum á Unnar. Og Atli setur hann aftur á Unnar. Unnar með skotið. Jóhann ver þetta. Arnar sem upp á Atla og Unnar með skotið aftur. Og SR vinnur uppkastið. Andri Sverris hérna nær að koma upp á Unnar. Og Unnar setur hann á Atla. Atli yfir á Arnar. Og Arnar með skotið sem nær næstu að speglast inn með legglífunum hjá Andra Sverris. En þetta fer ekki í gegn. Atli með sendingu á Arnar sem setur hann aftur niður á Atla. Atli fer hérna tilbaka, leitar að sendingu, finnur Jóa. Jói skilur hann aftur eftir handa Atla. Og Atli leggur á stað upp. Og fer framhjá fyrsta varnarmanni, skýtur. Pökkur á laus þarna, enginn mættur rýbandið. Jakob stoppar hann hérna, kemur hann á Jóa. Jói fer framhjá Ómari. Býr sér til smá tíma hérna. Kemur hann á Andra. Andri yfir á Orra. Orri aftur á Andra. Andri sendir í skautana í Haffaðina og Orri skýtur í skautana. Það er rebound, Andri og Jói. Já, Jói klárar þetta. Það var bara rebound eftir rebound. Endaði með því að Jói ná smyrja hann upp í netið hérna. Fjögur. En þetta er ekki öruggt fyrir hvorugt lið. Þau eru búin að vera duglegir að jafna hvorn annan hérna. Bæði lið hafa verið fljót að svara fyrir sig. SR vinnur uppkastið og það er Markus, nei, það er Filip hérna sem náði ekki alveg að koma sendingunni í gegn. Danni setur hann djúpt. Ingvar snýr hérna upp, tekur rammasendingu sem Filip nær að stela hérna. Filip bara snýr við, reynir að búa til smá tíma. Pétur stoppar þetta og Filip lætur hann finna fyrir. Já, þetta heldur áfram hérna. Smá usli hérna milli Matta og Petur. Það er Daniel sem snýr við hérna. Fær samt pressuna frá Unna. Og Unnar
nær að taka bökkinn og Uni með hann. Kemur hann yfir á Unnar. Unnar reynir að senda inn á Robba og margir menn í honum. Atli með skotið og Arnar tekur rýbandið. Arnar setur í skauta og Róbert reynir að taka skotið hana. Jóhann verið þetta. Atli með skotið, Jóhann grípur þetta. Essa náði þó nokkrum skotum í þessari skiptingu. Nú er spurning hvort að SR nær að jafna þetta. Þeir hafa rúmlega 13 mínútur til þess. Og Ormur með skotið. Andri nær að halda sig inni og Haffi nær ekki alveg pögnum minna. SR nær að koma sér út á svæðinu. Ormur reynir sendingunni upp á Andra en það er Gabriel sem stoppar þetta. Andri reynir að henda honum inn í svæði til þeirra. Jói nær að stoppa Sölva. Snýr síðan við og reynir að komast fram hjá Sölva en hann rífur hann niður hérna. Þetta leit bara út fyrir að vera alvöru svona treyju tók hjá honum Sölva en hann skilur ekkert í þessu akkur hann er að fara út af. Allavega erfiðara fyrir SR-ingana að jafna, þeir eru einum færri. Unnar finnur Robba hérna í miðjunni sem kemur hann á Atla. Og Unnar með skotið skýtur í Robba. Og Daniel nær að koma honum yfir. Jakob stoppar þetta hérna baka markið. Sendir hann sjálfur upp á Arnar sem er stólið hérna. Það er hann Gulli. Hann er stoppaður hérna af 3 mönnum. Fékk ekki að komast langt. SR vinnur uppkastið og það er Jónatan sem skýtur hennum yfir. Orri stoppar bak við markið. Þeir stillu upp strákanir. Og Andri setur hann aftur niður Orra. Orri á Jóa. Jói upp á Orra sem setur hann yfir Andra. Og Andri finnur Jóa og Orri með skotið. Jóhann grípur þetta hérna. Þeir hafa 56 sekundur eftir þessu powerplay.
Jói snýr hann inn af sér, setur hann að Haffa. Haffi upp á Orra, Orri yfir Jóa og Jói með skotið. Gulli nær að blokka þetta. Orri setur hann á Jóa, svo Jói finnur Una hana sem skýtur hann í ramman. Hefði næstu geta tekið reboundið aftur, en það var ekkert úr þessu. Orri pikkar upp puckinn. Bæði lið fara í skiptingu. Það eru 15 sekúndur eftir af powerplay hjá SA. Spurning hvort þeir nái einni sókn. Nei, þeir ná því ekki. Atli missir puckinn hérna bara. Atli setur hana Unnar. En nú er Sölvi aftur komin inn á. Þeir eru 5 á móti 5. Unnar reynar að smeygja sér hana. Það er hérna Arnar nær að stoppa puckinn. Já, SR nær að koma þessu út úr svæðinu. Alla leið yfir og Sölvi með skotið. Andri Sverris setur hann í ramman og Ingvar tekur hann. Setur hann djúpt. Styrmir með skotið yfir markið. Styrmir setur hann á Kára sem brýtur kylfuna. Og Filip fær pressuna frá Una. Og Pétur nær að stoppa sendinguna og Uni upp á Ormur með skotið. Þeir reyna að tippa honum inn út. Orri heldur honum inni. Orri setur hann djúpt, Pétur tekur hann í horninu, setur hann á Una sem fær hrindingun í bakið, en það virðist ekkert vera dæmt á það. Já. Ormur fer hann í pressuna í hornið. Orri nær pucknum hérna yfir Vald. Setur hann inn í njútralsvæðið. Jónatan setur hann yfir á Haugsteinsen sem finnur Sölva. Og Sölvi brunar hann upp miðjuna, kemur honum út. Nær ekki alveg yfir á Benna. Þeir fara eitthvað hana harkalega í ramman hana. Já, Andri lætur hann alveg finna fyrir því. Það sér þetta ekki nógu vel hann í horninu. Já, þarna fer Orri að rífa mennina eitthvað. Það er nú gaman að sjá hverjir vilja slást við Orra. Já, þeir byrja allan á því að setja Andra Mikaels í boxið ásamt Sölva. Þarna Jóhann Már Leifsson er staðinn upp.
Það er nú ekki víst að Jói muni spila meira þessum leik. Kemur allt í ljós. Já, það er allan að koma í ljós að Andri og Sölvi eru bara farinir í sturtu. Stigataflan alveg smekkfull af dómum. Það er verið að nýta allt plássi í stigatöflunni allavega. Mínútu og 16 sekúndur er alveg Tómas Bræðarsson.
Já, nú lesturinn búinn og við höldum áfram að spila íshokkí og það Unnar með skotið og þeir ná ekki reboundinu. Það Unni með puckinn og hann skýtur. Jóhann verið þetta. Það Filip sem kemur á Petter sem leggur af stað með bakkandarsendinguna á Daniel sem setur hann bara djúpt. Ingvar nær í hann og fær pressuna frá Styrmi og Petter. Unnar stoppar Petter hérna. Það Róbert Hafberg sem leggur af stað upp, fer inn í miðjuna, skilur hann eftir hann Matta, Matti með skotið. Robbi reynir reboundið, hann laus og það Pétur sem að tróða hann inn. Auðvitað enda þetta með markið hana. Já. Það heyrist í stúkunni. Það alveg tróðfullt hérna í stúkunni og fólk virðist vera ánægt með það sem að sjá. Þarna Jónatan nær kominum hérna út. Atli snýr Gulla af sér, setur hann í ramman á Arnar. Arnar setur hann aftur á Atla og Atli köttar hann í miðju. Jónatan stoppa hann hérna. Arnar náði næstu sendingunni yfir Atla. Haffi snýr Danielina af sér, leggur af stað, fer inn í miðju, setur hann á Arnar og Arnar nær ekki alveg að klára þetta. Ingvar með skotið. Jóhann verið þetta. En þá smá hitt í munnum síðan áðan. Það alveg eðlilegt. Unnar vinnur uppkastið. Ormur setur hann hérna djúpt bak í markið. Ormur, nei. Unnar nær að halda hann inni og það Filip. Andri Sverris lætur hann aðeins finna fyrir því. Það skot á markið, ekkert rebound. Filip hérna tilbúinn að hrydda Andra á markinu. Ætlar ekki að gera sömu mistök áðan. Þá þurfti Jóhann að taka rebound eftir rebound, þannig til hann fór bara inn. Kári vinnur þetta uppkast og það Bjarki sem leggur á staðina upp. Já, það Kári á móti Atla hérna. Kári missir puckinn hérna. Atli. Já, það skot inn að fara Kára. Beint í púðan. Og Styrmir reynir sendingunni inn í miðju fyrir Kilvuna og Una á leiðinni. Þarna Haffi leggur á stað, það engin dómur þetta. Skýtur hérna. Já. Gulli finnur hérna Daniel sem gett fram í fyrsta. Og Arnar stoppar þetta. Nei, það var víst að dæma þetta. Það
Það hlaut að koma að því að dómarinn myndi flauta. Hann getur ekki leyft öllu að slæta. Þetta gefur SR-ingum ábyggilega einhverja orku hérna að fá að vera einum fleiri þegar það eru rúmlega 5 mínútur eftir. Þetta kemur allan að einhverju spennu í leikinn. Það er Filip sem sendir hann á Kára. Kári aftur upp á Filip, setur henni á Petter. Það Styrmir sem næri ekki alveg sendingunni. Pétur kemur þessu bara yfir. Jóhann Björgvin henni í markinu, skilur hann eftir handa Filip. Filip reynir að senda henni á Styrmi, en Jakob skilur hann eftir handa Orra. Orri kemur þessu henni út. Unnar næra komunum hérna út. Andri Sverris næra komast í sendinguna hérna að milli þeirra. Jakob stoppar hann hérna bak við markið. Ingvar nær í pökkinn, fær pressu hérna frá Filip. Já, kemur Ingvar og jafnvægi. Það er Petter með skotið. Unnar verið henni með bakkinn á sér. Já, hann stendur þetta af sér. Jóhann Björgvin stoppar pökkinn bak við markið. Það er Kári sem nær hérna sendingu á Daniel. Og Markus kemur hann aftur upp á Daniel og setur hann í hornið. Og það er Jónatan sem setur hann á Ómar, aftur upp á Jónatan. Jónatan finnur Gulla hérna í miðjunni. Gulli reynir skotið, Matti stoppar hann hérna með kilfunni. Orri nær að koma þessu út. Orri á móti Markus hérna. Hvað gerist? Orri fyrir inn í miðju og skýtur Jóhann Verita. Haffi fyrir með pökkinn hérna, sendir hann á Una bak við mark. Og það er Petter sem er með pökkinn hérna, kemur hann yfir á Styrmi. Atli stoppar hann hérna með kilfunni. Og Atli nær að koma honum á Jóa sem er komið greinilega aftur inn á, búinn að jafna sig eftir hnjaskið í horninu hérna áðan. Þeir ná sendinguna yfir á Petter sem fyrir hornið á móti Atla. Petter kemur þessu upp hérna á Filip. Og Arnar sem nær í pökkinn. SR heldur þessu inni og Filip með skot. Jakob tekur þetta með blokkurinn hérna út af. Já, það eru 2 mínútur og 55 sekúndur eftir. SR hérna tekur leikhlé. Þeir ætla ábyggilega að segja eitthvað gáfulegt. Þessir nýju þjálfarar hjá SR, Mílos og Axel. Axel orðinn aðstoðarþjálfari hjá SR. Já, þeir eru komnir aftur inn á. Þeir eru búin að plana eitthvað hérna í uppkastinu.
Já, Kári vinnur uppkastið, setur á Bjarka sem yfir á Filip sem með skotið. Það er framhjá. Ormur. Petter nær að koma minna upp á Filip. Filip með skotið. Það fyrir ekki alla leik gegn. Þeir ná að smegja hann yfir á Kára sem skóplar hann minna inn í netið. Það var enginn til að stoppa Kára þarna. Já, nú er Jóhann Björgvin kominn aftur í markið. Það er mikil spenna í loftinu hérna í höllinni. 2,5 mínúta. Staðan er 6-5 fyrir SA Víkingum. Þetta mark hefur örugglega gefið S-ingum einhver auka orku hérna. Það er Haffi sem er í pökkinum. Setur hann bara djúpt. Unni fyrir pressuna. Jónatan snýr inn að baka markið. Leggur stað upp. Fær pressu frá Matta. Og Jónatan einfallega missir hann hérna. Ómar Freyr kemur honum til bjargar. Þeir senda Jóhann Björgvin út af og ætla að vera 6-5. Næstu rúmlega 1,5 mínútu sem er eftir þessum leik. Það er Orri sem fer inn í hornið. Leggur af stað upp, enginn í markinu. Orri smýr sér hérna fram í öllum eins og járnbrautarlest. Unni nær að koma út. Og það er Filip sem er með pökkinn. Og nær ekki sendingunni. Ingvar stoppar þetta. Unni tippar hann með hann út. Og Haffi er með hann. Og missir hann. Gulli tækifæri til að klára þetta. Það er Helgi sem er með pökkinn. Nær að koma með hann út. Yfir í icing. Þeir setja Jóhann Björgvin aftur í markið. Þeir ætla ekki að taka neina sénsa. 48 sekúndur eftir. Mikilvægar 48 sekúndur. Andri Sverrir seldur hann inn í svæðinu og Unnar fær hérna tæklingu frá styrmi. Róbert Hafberg. Kári er með pökkinn hérna, fer fram hjá Atla. Jóhann Björgvin fer út af. Og það bætist við, nei, Jóhann Björgvin, jú, hann fer út af. Andri Sverris nær að blokka þessa sendingu, 10 sekúndur eftir. Hann ætla bara að tefja tímann hann í honinu. Hann ætla bara að vera með að milli labbana. Og það er á Petter sem, já, leikurinn rennur út. Lokastaða 6-5 fyrir SA Víkingum. Maður finnur að það er búið að losna mikla spennu núna í höllinni. Þessir leikir verða varla meira spennandi en þetta. Þetta var alveg rosalegt.
Já, tökum undir það. Þökkum báðum liðum fyrir þennan leik. Takk fyrir í kvöld.